Velkomin! Í þessum þætti ætla ég að tala herklæði. Herklæði eru góð til að verjast árásum eða líka fyrir annan hnjask, svo sem maður dettur illa. Þau herklæði sem auðveldast er að búa til eru leðurherklæði. Við getum búið til hjálm, leðurjakka, leðurbuxur og leðurstígvél. Til þess að búa til heilt sett af leðurherklæðum þá þurfum við 24 leður. Hérna er ég með 24 leður og leðrið fáum við af dýrum. Öllum dýrum sem myndu venjulega gefa af sér leður nema kindum, svínum og ísbjörnum. Kanínur gefa líka frá sér kanínuskinn en ef maður tekur 4 kanínuskinn þá getur maður búið til 1 leður. En við notum hérna vinnuborðið og ef við erum með leðrið hérna hjá okkur, nógu mikið af leðri og vinnubókin okkar opin, lokuð opin og þá sjáum við þær uppskriftir sem við getum gert. Við getum búið til leðurbuxur, leðurstígvél, leðurhjálm og leðurjakka. Það sem er líka skemmtilegt við leðurherklæðin, annar en að þau vernda okkur, er að það er hægt að lita þau. Hérna er ég með fullt af litarefnum og við getum notað þetta. Ég ætla að taka bara hérna rauðan og gulan, gulan og til að lita til dæmis leðurjakkan þá getum við bara sett 1 gulan hérna og þá fáum við gulan jakka. En ef við setjum með rauðan líka þá fáum við svona appelsínugulan jakka. En ef ég bæti við gulum þá verður hann alltaf ljósari og ljósari. Þannig getum við stilt litatónin mjög mikið. Við þurfum nú bara samt 1 til að búa til gulan jakka og ég ætla bara að hafa hennar jakka gulan. Buxurnar, höfum þær bara appelsínugular, hjálminn rauðan og stígvélin rauð. Er þetta ekki bara voða fínt? Þetta verður ekkert áhrif á hversu góða vörn herklæðin gefa. Ef við setjum þetta á okkur, þá getum ég bara dregið þetta upp á hausinn á mér, smelta á og smelta þessu hingað. En ég get líka haldið shift niðri og smelt einu sinni á skóna og þá fara þær sjálfkrafa á réttan stað. Þegar ég er komin í herklæðin, þá sjáum ég hérna niðri við tólastikuna, þá eru svona herklæðamerki eða svona eins og litlir bólir. Og þegar ég er í fullum herklæðum, leðurherklæðum, þá er ég með 3,5 ból, eða 3,5 brynju. Hver svona brynjumynd er eiginlega fyrir 2 í vörn. Þetta eru 10 brynjur og þannig að 20 er hæsta vörnin. Ef við kíkjum hérna á brynjurnar þá stendur +1 hérna á hjálminum, +3 fyrir brynjuna, þá eru komið +4, +2 á fyrir leðurbuxurnar, þá er það 6 og 7. Setjum þetta aftur á okkur og við sjáum hérna niður 2, 4, 6, 7. En ef við erum með svona litu herklæði og okkur líkar ekki liturinn, þá getum við annarkvort bara litað yfir, sett hérna, en þá sjáum við erum alltaf að blanda litin. Það tekur svolítið mikið til að fá alveg bláan. Við getum líka þvegið litin úr og til þess að gera það þá þurfum við seiðpott og vatn. Og til að þvo hjálminn þá bara held ég honum hérna yfir vatninu og ýta á nota og hann hoppar nú líka upp á höfuð á mér og hann er orðinn bara venjulegur núna, engin litur á þessu. Ég þarf síðan að fylla vatninu aftur hérna, leðurjakkin, leðurbuxurnar og síðast en ekki síst leðurskórnir. Það er líka voða gaman að stilla svona upp á herklæða standa eða brynjustanda. En til þess þá þurfum við að búa hann til og við þurfum að eiga 3 grjót og 1 drumb, eikardrumb eða drumb af einhverju öðru tré.
Grjótið þurfum við að breyta yfir í sléttan stein. Við byrjum á að fá bara stein með því að setja þetta í ofn. Og meðan þetta er að bakast í ofninum þá getum við breytt drumbinum okkar í planka og plönkunum breytum við í prik. Þegar við erum komið stein þá þurfum við að baka þetta einu sinni viðbót til þess að fá sléttan stein. Og þegar við erum komið sléttan stein þá þurfum við að breyta honum í steinhellur. 3 sléttir steinar gefa okkur 6 slípaðar steinblokkir. Þegar við erum komið það, þá getum við búið til brynjustand. Hérna er brynjustandurinn komin. Það skella hann hér. Og til að setja á brynjustandinn, þá held ég bara á til dæmis hjálminum og ýta á nota og þá fer þetta hérna á. Næstu herklæðin sem ég ætla að sýna ykkur eru úr járni. Járnið fáum við úr járngrýti, en til þess að geta fengið það, þá þurfum við að vera með stein, haka eða eitthvað betri. Þá fáum við svona járngrýti og við þurfum að setja það í ofn eða í bræðsluofn og þá fáum við járnleifur hérna. Til þess að búa til fullt sett af járnherklæðum þá þurfum við 24 járnleifa. Og hérna get ég búið til járnbrynju, járnhjálm, járnstígvél og járnlegglífar. Heilt sett af járnherklæðum gefur okkur 15 brynju og við getum líka klætt okkur með því að halda á hlutnum og ýta á nota. Nota, nota og nota. Og þá er ég komin í herklæðin. En ég ætla að skella þessu hérna á herklæðastandinn, svo við getum farið yfir í næstu herklæði. Næstu herklæði eru úr gulli. Til þess að vinna gullgrýti þá þurfum við að vera með járnhaka. Og járngrýti þurfum við að skella í bræðsluofn eða venjulegan ofn. Og þá fáum við gullleif. Og til þess að búa til heilt sett þá þurfum við eins og áður 24 stykki. Og við getum búið hérna til hjálminn, gullbrynjuna, gulllegglífar og gullsmjörstígvél. Ég hef aldrei tekið eftir þessu. En gullbrynjan er ekki eins góð og járnbrynjan. Þetta er bara 2 pluss 5, það er 7, það er 10 og þetta eru 11 sem er minna en 15 sem við fáum úr járninu. Ég ætla bara að skella mér í þetta. Svona lítur þetta út. En ég ætla að hengja þetta aftur hérna á herklæðastandinn. Því næst er demansbrynjan, demansherklæðin. Og til þess að fá demansgrýti þá þarf maður enn og aftur að vera með járnhaka og við fáum demantana beint. Við þurfum enn og aftur 24 til þess að búa okkur til full herklæði. Hérna er demanshjálmurinn, demansbrynja, demanslegglífar og demansstígvél. Og ég skelli þessu á mig. Og þá er ég komið fulla 20 í vörn. Og þetta er sem sagt bestu herklæðin til að vera í. En ég ætla að skella þessum líka á herklæðastandinn. Skellum þessum hérna á herklæðastandinn. Og svo eru ein herklæði viðbót. Og þetta er hringabrynja. Og ég ætla bara að taka þessa. Íti bara, nota. Nota, nota, nota og skella þessu hérna á mig.
En hringabrynjan er bara með 12 í vörn, þannig að hún er ekkert sérstaklega góð. Við getum ekki búið til hringabrynju, heldur verðum við að kaupa hana. Ég ætla bara að skella hringabrynju aftur hérna á herklæðastandinn. Til þess að kaupa hringabrynju, þá þurfum við að kaupa hana af brynjusmið og við þurfum að hafa smaraða til þess. Skulum kíkja á brynjusmiðina. Hérna er ég með nokkra brynjusmiði og það er mismunandi hvað þeir selja. Þessi hérna, hann selur hringabrynju, hérna fyrir einn smarað, þá ætti ég geta fengið hringabrynju hósur og hann selur líka ýmislegt annað, járnhjálma og síðan það sem er kannski best, það eru demans herklæði með göldrum og það er mismunandi hvaða galdrar eru. Hérna er til dæmis, þessar demans legghlífar eru ansi góðar, vörn 3, skotheldur 3 og óbrjótanlegt 1. Kíkjum hérna á næsta brynjusmið. Hann selur bara svona skó, hringabrynju stígvél og þau kostar líka bara 1. Kaupum 1 svona. Og hérna eru demans galdra herklæðin hans, eldvörn, óbrjótanlegt. Þetta eru ansi góð herklæði. Sá þriðji hérna, hann selur bæði hjálm og hérna brynjuna líka. Þannig að við getum keypt það hjá honum. Fá hérna hringabrynju hjálminn og brynjuna líka. Þessi er líka með svolítið góða demans galdra herklæði. Og svo þriðji hann selur bara hjálm, en við erum nú komið með það. Þessi er hins vegar með mjög góðan hjálm, neðan sjáar vinnugarpur, þannig að ég ætla bara að fjárfesta í einum slíkum. Við getum líka sjálf sett galdra á herklæðin okkar, en ég mun búa til sérstakan þátt fyrir það. Þá vitið þið það, svona býr maður til herklæðin í Minecraft. Ef þér líkaði við myndbandið þá endilega smelltu á líka við hnappinn, því það mun hjálpa öðrum að finna þetta myndband. Ég mæli líka með að gerast áskrifandi að rásinni með því að smella á áskriftarhnappinn eða subscribe-hnappinn og svo á bjölluna til að fá tilkynningar ný myndbönd.